Af hverju valdur þú fótbolta þegar þú var svona á yngri árum? Ég eiginlega veit það ekki. Ég held að þetta sé eiginlega eitthvað sem að svona örugglega í flestum strákum þegar ungir að það vilja prófa að æfa fótbolta og ég held að þetta veri bara í gegnum vini og annað að maður vildi prófa þetta þegar maður var yngri. Það er lítill. Ég byrjaði hérna, fyrsta æfingin í Breiðablik og ætlaði reyndar að hætta í fótbolta eftir það. Ég fékk ekkert boltann, sagði mamma og ég var freka fúll. Fór heim í fílu en hún náði að sannfæra mig og ég mætti aftur og eftir það er maður eiginlega ekki hætt. Hefurðu bara verið með Blikunum? Hérna heima, já. Það hefur alltaf verið minn klúbbur. Ertu austurbæingur eða vesturbæingur? Ég er vesturbæingur. Ég ólst upp þar. Átti heima þar á nokkrum stöðum. En reynda með fjölskylduna á pabba og þar í austurbænum en ég ætla maður sé ekki vesturbæingur innst inni. En segðu mér eitt, meistaraflokkurinn, hvenær byrjaðirðu í meistaraflokknum? Ég byrjaði að æfa í meistaraflokki fyrsta ári sem að Óli Kri tók við starfinu hérna. Og hann fékk með okkar æfingar svona seinni part sumars. Og það var svona fyrsta skipti sem ég fékk að sprikla með þeim. Já, þá hef ég verið eldra án í þriðja þegar ég byrjaði að fá svona einu æfingu. Hvað þjálfarar varst þú með svona í yngri flokkunum? Svona þeir sem hafa kannski verið eitthvað stærstir í mínum uppgangi og svona gegnum árin ég var með Úlla og Villa. Þeir voru svona í 2-1 díl og þeir voru mikið með okkur þegar við vorum yngri. Og svo var ég með Palla, Kreto líka. Og svo hef maður nú verið með nokkra svona. Pétur sérna í öðrum flokknum aðeins. Þegar þú kemur í meistaraflokkinn, þessi leikmenn sem þú ólst upp með, hverjir voru það helst þá? Þegar ég er að koma í meistaraflokkinn þá þú veist, alltaf þessi Kempur Óli og Kristján Óli og allir þessi kallar og svo þegar ég byrjar að æfa algjörlega bara með meistaraflokki þá er Adi Gretas og seinna Malja aðeins að æfa með okkur og það er svona kannski þessi kallar sem voru búin að vera úti og vera í atvinnumennsku sem maður leit mest upp til þá. Svona stærstu sigrar hjá þér á þessu tímabili sem þú ert með meistaraflokknum, hverjir voru þeir? Það er klárlega þegar við vinnum bikar og svo árið eftir Íslandsmeistaratitilinn og að vera partur af því liði sem að gera þetta í fyrsta skipti í sögu Breiðabliks, það var mjög stórt og það er klárlega eftirminnilegast að hinga til. Þínu mati besti leikur sem þú hefur spilað með Blikunum, manstu eftir einhverjum sérstökum? Átti ég fyrsta leiki sem ég var í byrjunarliði hjá Breiðablik og skoraði 2 mörk móti Fylki. Það geta bætt við fleirum og það eru svona nokkrir leikir þar sem var staðið ágætlega. Svona seinni tíma í meistaraflokknum, svona eftirminnilegi leikmenn sem þú hefur spilað með? Það er náttúrulega liðið 2010 þegar við unnum titilinn og með allir þessu strákum Finn, Kíta Jóns, Gumma, Arnór Aðalsteins, Alfreð og ég reyni allir liðið þar og nokkri sem eru búin að ná mjög langt og aðrir sem eru ennþá enn í Blikum og ykkur að koma heim eins og Kári og þannig að ég myndi að segja að væri þessi strákar. Þú fékkst þitt tækifærið þarna í sænsku deildinni. Hvernig bar það til svona fyrst þegar þú fékkst tilboð að koma? Mínir umboðsmenn voru í samstarfi við úti, heitir sænskan og hann er frá Halmstad og hann fæddur þar og hann vissi að mér og hann talaði við og sagði mér frá mér og þeir skoðu leiki og annað og svo var tekin ákvörðun að fá mig út. Það voru reyndar fjallu niður deild árið áður en stefna var sett að fara upp og mér fannst þetta bara mjög fínt svona byrjandaskref. Hvernig var það svona miðað við íslensku deildina? Allsvenskan er betri. Ég held að það sé engin spurning og þú sér bara að Malmö spila í meistaradeildinni núna í riðlakeppninni og móti liðum eins og Juventus og Olympiakos og Atletico Madrid og já, svona
standa í hárinu á þeim aðeins og svo eru fleiri lið sem eru búin í Evrópukeppni og það eru meiri peningar og þetta er stærra og ég held að það sé alveg klárt að þetta sé betri deild. Hvernig var árið í ár? Það var mitt besta ár eftir að ég fór út og svona fannst ég loksins ná að sýna það sem ég hefur langað að sýna og já, og náttúrulega gerði það að verkum að ég fékk ákveðna möguleika núna þegar tímabilið var búið og fæ að taka næsta skref. Talandi um næstu skref, við erum að tala um Columbus Crew, Bandaríkin, hvernig líst þér á það? Mjög vel. Ég er mjög spenntur og ég get ekki beðið eftir að fara út. Af hverju USA? Já, náttúrulega fyrst og fremst að þeir hafa sýnt mikinn áhuga og sýnt að þeir virkilega vilja fá mig og hafa trú á mig þessa leikmanni og svo bara þegar ég fengið að sjá aðstæðuna og tala við og sjá hvernig allt er þarna úti þá finnst mér þetta að vera rétt val á allan hátt. Hvernig verði næstu dagar hjá þér? Það er gamlárs á morgun og það er bara að vera með fjölskyldinu og borða góða mat og horfa á skaupið og þetta venjulega spila aðeins og svo á föstudaginn annan þá er ég að fara aftur til Svíþjóðar ganga frá svona síðustu málunum þar og svo þaðan flýg ég yfir hafið og í mitt nýja félag. Ertu búinn að fá íbúð og svona, eða verður á hóteli fyrst til að byrja með? Ég er ekki kominn í íbúð og ég verð á hóteli til að byrja með og svona eiginlega allt undirbúningstímabilið hjá þeim fer í ferðalög. Við erum að fara niður til Miami og svo fara til Texas og taka þátt í svona litlum mótum og spila leiki og gefst það lengi tími til að skoða þessi mál fyrir að við erum komin tilbaka og tímabilið fara að hefast. Fer kærastan með þér? Já, það er planið. Það er svona eins og þetta er með Bandaríkin að maður þarf að sækja í rauninni leyfi til að fá að vera þarna og það er svona verið að vinna í því og vonandi bara gengur það upp og þá kemur hún út. Hvað ætlarðu að borða áramótin? Og hvar verðurðu? Ég er búinn að gera síðustu ár. Ég hef tekið aðfanganda og þann pakka heima hjá mömmu og stjúppabba mínu þar. Og svo er áramótin heima hjá pappa og bræðrum mínum og stjúpmömmu og ég held að það sé boðið upp á Wellington, nautasteik og humarsúpu og alls konar góðgæti þannig að ég er klár í þetta, ég hugsa ég borði ekkert á morgun. Pappið þinn var nú mikill markaskorari í den og hefurðu svona fengið einhverja ráðleggingu frá honum? Jú, maður har alltaf fengið smá ráð frá honum náttúrulega og hann vissi alveg hvernig það var að skora mörk og hann, örugglega betur en ég. En ég er kannski ekki sama típa leikmanni en hann er alltaf klár með eitthvað ráð og bara eins og öll fjölskyldan að þau er alltaf til að hjálpa ef það er eitthvað. Hvað ertu með einhver áramótaheit? Nei, ég er ekki vanur að strengja einhver áramótaheiti. Ég ætla bara að fara út og koma mér inn í allt þar og svo bara standa með þessu vel og ég get og vinna mér sæti í liðinu úti. Nú varstu út í Svíþjóð, lærður ekki sænsku? Jú, ég reyndar ekki farið á námskeið en ég læri þetta bara sjálfur. Segðu mér eitthvað fallegt á sænsku. Heiðar, du er den bästa spelaren í Breiðabliks historia, utan tveka. Við skulum láta þetta verða hans loka orði í dag og við þökkum kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir þetta.